Hreyfing útivera barna eru mikilvægir þættir í líkamlegri, andlegri og félagslegri þróun þeirra. Börn og ungmenni eru breiður hópur hvað varðar aldur, færni og áhuga og hreyfing er þeim nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og almenna vellíðan. Jákvæð reynsla af hreyfingu í æsku eykur líkurnar á að fólk temji sér lifnaðarhætti sem feli í sér reglubundna hreyfingu á fullorðinsárum. Hér á eftir verður talað um nokkur ráð og lykilatriði sem tengjast hreyfingu og útivist. Fyrst ætla ég að skoða hérna aðeins skilgreiningarnar landlækni. Landlækni. En hreyfing er hvers konar vinna beinagrindavöðva sem eykur orkunotkun umfram það sem er í hvíld. Það er sem sagt bara í hvers skipti sem við gerum eitthvað. Loftháhreyfing hins vegar er hreyfing þar sem stórir vöðvar líkamans eru hreyfðir á taktfastan hátt í lengri tíma. Í þessu ráðleggingum á það einnig við slíka hreyfingu í styttri tíma. Dæmum stóra vöðva eru vöðvar í rassi, lærum, baki og bringu. Viðmið hreyfingu fyrir börn. Hreyfing fyrir börn ætti að vera, samkvæmt landlækni, í minnst 60 mínútur á dag að meðaltali við vikuna og þá ætti þessi hreyfing að vera röskleg til kröftug. Og hér er átt við hreyfingu að miðlungs til mikilli ákveð sem eykur hjartslátt og öndun. Hreyfingin ætti aðalega að vera loftháð en dæmi slíka hreyfingu eru röskleg ganga, skokka, hlaupa, svippa, synda, hjóla, dansa, nota hlaupahjól og án mótors og síðan ætti það að vera minnst 3 daga vikunar að stunda kröftuga hreyfingu sem eykur þol og einnig hreyfingu sem styrkir vöðva og bein. Og hér er átt við mikla hreyfingu að mikilli ákveð sem eykur hjartslátt, kalla fram mæði og jafnvel svita. Dæmi slíkt eru hlaup og hlaupaleikir, svippa, hjóla, synda hratt og ýmsar íþróttir og önnur hreyfing sem stunduð af krafti. Þannig að börn á leikskólaaldri ættu að hreyfa sig að minnstakosti 3 klukkustundir daglega með blöndu af léttari og meiri krefjandi hreyfingu. Og ef við skoðum skilgreiningu, förum aftur í skilgreininguna, að þá hreyfing er ekki æfing. Hreyfing eru bara allar hreyfingar sem við erum að gera. Það er að sitja ekki í kjur eða vera í hvíld. Og við erum áfram að skoða frá landlækni að hann segir öll hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsu og líðan, jafnvel þó það náist ekki að uppfylla ráðleggingarnar. Að ganga eða hjóla á milli staða er góð leið til að auka hreyfingu í daglegu lífi og það líka eflir umhverfisvitund. Þannig að það er betra að hreyfa sér lítið heldur en ekki neitt. Rannsóknir hafa sýnt fram á þetta. Börn og ungmenni sem hreyfa sér lítið ættu smá saman að auka tíðni, það er hversu oft þau gera eitthvað, ákveð hversu erfitt það er og tíma, hve lengi þau eru í hreyfingu við hæfi. Öll börn og ungmenni ætti að hafa jöfn tækifæri og fá hvatningu til að stunda hreyfingu við öruggar aðstæður sem er fjölbreytt og samræmist aldrei þeirra áhuga og getu. Börn hreyfa sig á annan hátt en fullorðnir. Frjáls leikur er þeim eðlilegur og mikilvægur ásamt skipulagðri hreyfingu til dæmis í skólaíþróttum, íþróttastarfi og öðru æskulýðsstarfi. Kröftug hreyfing sem styrkir bein er sérstaklega mikilvæg til að leggja inn í beinabankann fyrir framtíðina. Dæmi það eru, eins og ég talaði áðan, að hoppa, svippa, hlaupa og íþróttir sem fela í sér stökk og hraðar stefnubreytingar. Með aukinni hreyfingu fylgir aukin ávinningu sem afmarkast þó af getu hvers og eins. Við erum alltaf að horfa á getuna. Eftir því sem æfingaálag er meira er mikilvægara að huga að fjölbreytni í æfingum, næringu við hæfi og hvíld. Mikilvægt er að hlusta á börn, taka mið af þörfu þeirra á hverju tíma og aðlaga hreyfinguna að áhuga, færni og aðstæðu hverju sinni, því annars missaðu áhugann. Reglubundi hreyfing í æsku eykur líkurnar á ástundum slíkra lifnaðarhátta og betri heilsu almennt á fullorðinsárum. Við erum alltaf að leggja inn fyrir framtíðina. Það má leita til heilbrigðisstarfsfólks eða annarra fagaðila á sviði hreyfingar til að fá ráðgjöf vegna barna til dæmis sem eru með skerta hreyfigetu, langvinnan heilsufarsvanda eða einhverja fötlun. Kostir hreyfingar og útiveru. Það er í fyrsta lagi á líkamlega heilsu, en regluleg hreyfing styrkir bein, vöðva og hjarta og æðakerfi ásamt því að bæta jafnvægi og samhæfingu. Andleg heilsa batnar yfirleitt, útiveru og hreyfing minnkar streitu, bætir skap, eykur einbeitingu og það hefur ákveðin jákvæð áhrif á bæði sjálfstraust og vellíðan. Þetta getur hjálpað til við félagsfærni því leikir og athafnir úti hvetja börn til samskipta, samvinnu og til lausnaleitar. Það getur ýtt undir sköpunargáfu og ímyndarafl því frjálst leikur í náttúrulegu umhverfi ýtir undir sköpunargáfu og hæfni til að leysa vandamál. Áhrif náttúrunnar eru náttúrulega ýmisleg, en börn sem verja tíma út í náttúrunni sýna oft minni einkenni ADHD, meiri sköpunargáfu og betri einbeitingu.
Náttúrulegt umhverfi eykur forvitni og þrautseigju ásamt því að skapa tengsl við náttúruna sem getur ýtt undir ábyrgðartilfinningu gagnvart umhverfinu seinna meir. Og ef við erum að tala um hvatningu til útiveru og hreyfingur, það í fyrsta lagi að skapa rútínu. Skipuleggja reglulega útivistartíma á hverjum degi, til dæmis að ganga, leikið út í garði eða íþróttir. Gera það skemmtilegt. Velja hreyfingu sem barnið hefur gaman af, eins og hjólreiðar, hlaupi í vatnssulli eða leika sér í sandi. Það fjölbreytni. Bjóða upp á mismunandi hreyfingu til að viðhalda áhuga eins og sund, fjallgöngur eða einhverja íþróttaviðburði. Muna eftir lítil samkeppni, einblína frekar á þátttöku og ánægju frekar en að leggja áherslu á keppni eða árangur. Og vertu fyrirmynd. Þegar fullorðnir taka þátt í hreyfingu eða útivist með börnum, eykur það líkurnar á því að þau njóti þess. Það sem að getur hindrað og hjálpað, hindranir geta verið að tækni, til dæmis snjalltæki og tölvur, það slæmt veður eða takmarka aðgengi á opnum svæðum. Þetta geta allt saman verið hindranir því að börn eru farin að vera meira í snjalltækjum heldur en bara ef við horfum 10 ár tilbaka. Lausnir geta sem sagt verið að hvetja til jafnvægis á milli skjátíma og útivistar, finna skapandi leiðir til að njóta veðursins, klæða sig eftir aðstæðum og nýta garða, leiksvæði eða íþróttamannvirki sem eru nærri. Það alltaf hægt að finna lausnir, þó að þær virðist ekki liggja í augum uppi svona þegar maður að skoða þetta í upphafi.